Góðan daginn, ég heiti Haukur Guðjónsson og er hérna hjá frumkvöðla.is. Með mér er hann Kristján Freyr Kristjánsson hjá Innovit. Komið sæl. Við ætlum aðeins ég plataði Kristján með mér í smá göngutúr og ætla aðeins að ræða við hann um Innovit og hvað Innovit getur gert fyrir unga frumkvöðla og frumkvöðlafyrirtæki. Kristján, þú kannski byrja bara að segja okkur aðeins frá Innovit. Já, Innovit er sem sagt nýsköpunar- og frumkvöðlasetur sem var stofnað hérna síðla árs 2007. Og það sem við gerum í stuttu máli er að hjálpa frumkvöðlum að búa til einhverjar vörur og þjónustu, hjálpa þeim að gera þeirra hugmyndir að veruleika. Nú, hvað þýðir það? Það þýðir í rauninni að fólk getur komið til okkar ef það er með einhverja hugmynd, fengir ráðum hvað er að gera næst, kanna hvort að við getum hjálpað þeim að finna, eða bent þeim á leiðir til að finna styrki eða fjármagn eða þróa vöruna og þjónustuna áfram, ýmiss konar áætlanir sem er gott fyrir frumkvöðla að hafa og bent þeim svona á öll þessi helstu tól sem eru til og fólk nota til þess að vinna í sínum fyrirtækjum. Okay. En í raun markhópurinn ykkar, þeir sem leita til ykkar eru í rauninni skiptast í tvo hópa. Það eru fyrsta lagi þeir sem eru að taka alveg sín fyrstu skref og hafa kannski ekki mikla reynslu af frumkvöðlastarfi og svo eru það í rauninni sjálf fyrirtæki sem eru komin aðeins lengra og vantar kannski bara smá aðstoð við sölu eða einhverja ráðgjöf með að fara kannski í útflutning eða eitthvað álíka. Algjörlega. Og tökum bara dæmi fyrri hópinn. Það getur verið aðili sem fekk viðskiptahugmynd í gær. Það getur verið einhver sem er búinn að vera að láta eitthvað malla í svolítinn tíma eða jafnvel komin eitthvað pinkulítið af stað en það veit ekki alveg hvað hann á að gera. Á hann bara strax að búa til fyrirtæki eða á hann að segja einhverjum frá hugmyndinni, á hann að sækja einkaleyfi strax, hver er næstu skref? Og þá hefur fólk komið til okkar og við höfum reynt að leiðbeina þeim hvert er að fara og af hverju ætti að fara þangað. Nú, sprotafyrirtæki aftur á móti. Við köllum það sprotafyrirtæki þar að þegar þau eru kannski búin að tileinka sér það að þetta sé einhvers konar aukavinna eða áhugamál sem ætla virkilega að einbeita sér að. Sumir komnir með einhverja sölu, jafnvel búin að ráða sér starfsmann sumir, misjafnt hversu langt eru komnir á stað. Þau leita til okkar og vilja oft fá aðstoð við það hvernig geta þau til dæmis aukið söluleysina, hvernig eiga þau að selja sína vörur og þjónustu. Til dæmis þegar þú fer á sölufund áttu að tala gefum okkur með internetfyrirtæki og áttu að tala við tæknistjóran í fyrirtækinu, áttu að tala við fjármálamannin, framkvæmdastjóran, sölumanneskjuna, hvern talar við fyrirtækinu til að fá fundinn, hvað segir á fundinum, af hverju gerur það, hvernig eiga samningar og samskipti að fara á milli og annað slíkt. Þannig að við förum svolítið vandlega með frumkvöðlum yfir þetta, búum til raunhæfar skammtíma áætlanir og reynum að hjálpa þeim að stíga yfir þessi erfiðu skref þegar að lítill peningur er í pakkanum. Okay. Getur þú nefnt okkur eitthvað dæmi eitthvað fyrirtæki eða einstakling sem hafa nýtt sér þjónustuna og hvernig það hefur hjálpað þeim? Já, það eru fjölmörg fyrirtæki sem hafa farið í gegnum okkur núna. Nokkur til dæmis þetta skugga, sem við köllum skuggastjórnarfyrirkomulag. Þá búum við til svona vinnudag með fyrirtækjunum, búum til skammtíma laust fyrir kannski nokkrar vikur, mánuði, hálft ár og svo framvegis. Og svo hittum við frumkvöðlana hverja mánuð til að fylgja því eftir. Dæmi fyrirtæki sem að fara í gegnum þetta er til dæmis Gyðja Collection og Fafu. Og svo bjóðum við upp á ýmiss konar þjónustu fyrir höfum við hjálpað fjölmörgum fyrirtækjum með aðra hluti, til dæmis tækni þróunarsjóðsumsóknir eða styrkjaumsóknir. Það má til dæmis nefna fyrirtæki eins og Klara. Og svo þetta á öllu sviðinu fyrirtæki sem fara í gegnum gullleikið, fengi aðstoð við að finna fjárfesta, styrki, almenn ráð og svo framvegis, þau skipta tugum ef ekki hundruðum. Þannig að það eru fjölmargir sem hafa farið og hitt okkur og svona fengið ráðum hvernig ber að halda áfram með fyrirtæki. Okay. Nú finnst mér eitt af merkilegasta sem þið gerir, það er gullleikið sem er árlegur viðburður sem þið haldið. Geturðu kannski sagt okkur stuttlega hans frá því hvað það er og hvernig fólk getur kynnt sér það nánar? Já, gullleikið er frábær viðburður fyrir fólk sem er með hugmynd í kollinum og veit ekki alveg hvert það á að snúa sér. Það virkar í stuttu máli þannig að þú ert með einhverja hugmynd og þú skrifar hver hún er og sendir inn í gullleikið og fyrir 20. janúar á hverju ári. Nú, eftir að hugmyndin hefur verið send inn þá lesum við hana yfir og gefum svona feedback á hana, hvað er það sem er gott hérna á staðnum og svo framvegis. Síðan höldum við nokkur námskeiði röð þar sem við hjálpum fólki að fara yfir svona helstu atriði í stofnun og rekstri fyrirtækja og aðstofum fólk við að búa til viðskiptaáætlun út úr þessari hugmynd. Þegar viðskiptaáætlun hefur verið send inn þá er hún lesin yfir af tæplega 70 sérfræðingum alls staðar á íslensku viðskiptalífi sem hafa reynslu og þekka til viðskiptaáætlana og þau gefa
sem sagt svona bæði einkunn fyrir áætlunina og kalt mat hvað þeim finnst hugmyndina, hvað mætti betur fara og svo framvegis. Svo fara bestu hugmyndina áfram, bestu áætlanirnar að mati dómnefndar, kynna þetta fyrir 14 manna úrvalsdómnefnd sem í rauninni bara framkvæmdastjórar úr öllu stærstu fjárfestingarsjóðum á Íslandi og stórfyrirtækjum og þeir meta hverjir sigra gulleggið hverju sinni og þannig er keppnin haldin og hefur verið gert núna 4 ár í röð. Okay. En svo verður það að taka upp á núna nýjum viðburði þar sem að þið í rauninni erum með svokallaða startup weekend eða ekki? Jú, við erum nýfarnar stað með verkefni núna sem að við köllum á ensku startup weekend og íslensku atvinnu og nýsköpunarhelgar. Við haldið 2 svona helgar núna hingað til og þær fara þannig fram að við í rauninni erum að fara að ferðast Ísland og fara til misjafna staða í hverju mánuði. Fólk getur komið á þessa vinnusmíðu, sumir sem eru með viðskiptahugmynd og aðrir sem hafa ekki hugmynd. Fólk kemur iðulega inn á föstudegi, kynnir hvaða hugmynd það er með, hver hugmyndin er á svona örstuttri kynningu og allir aðrir hlusta á. Síðan metur hópurinn sem kemur á helgarnar, þessar vinnuhelgar, meta hvaða hugmyndir eru sem þeim líst best á. Við skiptum fólk í teymi og vinnum svo bara samfellt í 2 sólarhringa að þeim hugmyndir sem kynntar voru. Þannig ég hvet fólk, þetta mjög gott fyrsta skref, gulleggið það líka, þetta tengist saman ef þið eru með einhverja hugmynd og bæði ykkur vantar kannski fólk til að vinna með hugmyndinni, prófa hana eða hvernig sem þá er þetta frábær viðburður, bara koma, kynna hugmyndina, vinna hana í 2 daga samfellt og við og fleiri sérfræðingar koma og hjálpum fólki að þróa hana áfram, búa til logo, búa til vefsíðu, búa til einhverjar prototípu eða byrja á að búa hana til á einni helgi og svo kynnum við þetta allt saman á sunnudeginum og þá getið þið svolítið metið, er þetta eitthvað sem þið viljið halda áfram með eða ekki. Mjög gott svona kickstart. En hvernig nú með verð og annað slíkt að því að leita til ykkar, er þetta dýrt ef ég er með hugmynd og aðeins bara forrétt hvað ég þarf að gera til að koma á stað, er þetta dýrt fyrir að leita til ykkar eða hvernig færi ég að? Við reynum almennt að hafa allt sem ódýrast. Nú, allir svona fundir sem við tökum með fólki kosta aldrei neitt og við látum alltaf fólk vita fyrirfram hvort það þarf að greiða fyrir fundina. Þannig að alltaf fyrsti fundurinn er alltaf ókeypis og við tökum mjög skýrt fram áður en að við fyrir að rukka eitthvað eða eitthvað slíkt hvort það er við. Nú vanalega þá er þjónustan, hún kostar þann penning sem við leggjum í hana. Þannig að ef við erum að fara að eyða mörgum dögum eða vikum í verkefni þá reynum við að láta það standa undir sér. Og oftar en ekki þá höfum við ákveðna árangurstengingar hlutum. Þannig að þegar við erum að hjálpa fólki að finna fjárfesta eða styrki eða jafnvel að fjölga sölu hjá fyrirtæki eitthvað slíkt, þá reynum við að binda einhverjum árangur. Þannig að ef fyrirtæki eru tekst að ná ákveðnum markmiðum, að þá fáum við prósentur af því. Þannig að það verður í rauninni okkar beinn hagur að fyrirtækjunum og frumkvöðlunum gangi vel. Ég ætla bara að þakka Kristjáni fyrir að deila þess með okkur smá fróðleikum Innovate og rölda þess með okkur. En ef þið hafið einhverjar frekari spurningar til Kristjáns þá getið þið líklega sendt honum tölvupóst eða ekki innovate@innovate.is? Innovate@innovate.is. Okay. Og ég bara þakka honum kærlega fyrir og þakka ykkur fyrir. Takk.